your name scarred as I'm overwhelmed. I am nothing, yet you bid me come to you, O Lord Almighty. Gefum Guði stundina. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þennan dag, Drottinn. Ég þakka þér fyrir þessa stund. Ég þakka þér fyrir einn og sérhvern sem er komin hér og samkoma lofa með okkur, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir einn og sérhvern sem er að horfa núna á Facebook. Og Faðir minn, ég bið að blessa þessa heilögu stund í Jesú heilaga nafni, ég bið. Og allur liðurinn sagði, Amen. Takk fyrir allt, takk fyrir gleði og sorg. Mér langar að syngja einu sinni, halleluja. Halleluja, halleluja. Og mér langar rosalega til að við stöndum á fætum og syngjum halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.
Jesus. I blodig bønn og takk til því sem þekkir mig og verkum mín. Ég leita því, þú leitur mig.
Jesus. Og við elskum þig, Drottinn. Og ég hvet þig sem heima og hér að bara virkilega leyfa honum að snerta okkur alla leið. Mér langar það. Jesús. Kom til þín hér í dag, Drottinn. Snertu við okkur. Drottinn, ég tilbið þig. Frelsaðu mig. Drottinn, ég tilbið þig. Frelsaðu mig. Frelsaðu mig. Frelsaðu
fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Stofnir þinn og stafur huggar mig, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú
og syngja saman. Hefur og gætir okkar Jesus. Hvað flóðin fyrir þér? Þú ert minn hljóður Við klappum fyrir þér, Jesus. Elskum þig, Jesus.
Maður svo þakklátur góðum Guði fyrir þetta yndislega starf hér og þennan magnaða kór sem núna 1 árs og alveg þetta svo dýrmætt, yndislegt að eiga þetta. Seipa minn, vilt þú segja eitthvað áður en við tökum lokalagið í bílum? 1, 2, vá, ég bara á ekki til orð. Ég búin að vera hérna með tárin í augunum hérna alla stundina. Guð svo sannarlega góður, það ekki? Þannig mér langar til þess að biðja ykkur að rís á fætur. Við ætlum bara rétt áður en við lokalagið. Á ég að taka fórn núna, það að meina? Já, ok, svona ég ekki alveg hérna með á nótunum. En mér langar bara til þess að segja það, Matti minn, þú talar að þetta samfélag sé blessun fyrir þig. Þið eru svo sannarlega blessun fyrir Smára kirkju og ég bara ótrúlega stolt af ykkur og þið standið ykkur svo ótrúlega vel. Amen. En við ætlum ekki að rugla samkomuna neitt meira, við ætlum að taka fórn. Því að það frábært að fá að taka fórn. Það blessun að fá að taka fórn. Því að við vitum það að Guð blessar sannarlega glaðan gjafara og við ætlum að taka fórn núna í dag og þeir eru hérna komnir, þessir yndislegur, þessi verkamenn í ríki Guðs, þessi 2. Mér langar til þess að biðja okkur að blessa ykkur alveg sérstaklega. Ég veit að það er búið að mæða mikið á okkur undanfarið en ég veit að Guð gefur kraft og styrk. Bara biðjum saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir náð þín og miskunn. Ég þakka þér fyrir Drottinn að fá að koma inn í dag, Drottinn, og fá að upplifa það sem að þú hefur fyrir okkur, Jesús. Og það svo sannarlega eitthvað nýtt hér, Drottinn, eiga sér stað. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir þegar við komum fram fyrir þig. Halleluja, þegar við auðmýkjum okkur undir þína voldugu hönd, þá ert þú trúfastur að þú lyftir upp, Drottinn minn, Jesús. Halleluja. Og Drottinn, ég þakka þér líka fyrir það að kraftur þinn fullkomnast í veikleik okkar. Og Drottinn, við þurfum ekki að vera sterk að kunna skila á öllum hlutum til að finna kraftinn, Drottinn. Það akkurat þá, þegar við erum veik, Drottinn. Þegar við vitum ekki hvert við að fara, að þú hefur svarið, Drottinn, meina. Kraftur þinn og styrkur, hann kemur inn í líf okkar og hann hefur umbreytandi afl, Drottinn. Ég bið Drottinn að við mættum fá náð til að opna hjart okkar fyrir því sem að þú vilt gera hér í dag. Lyftum upp höndum okkar vinir. Ég bið að gefa okkur náð til að taka við því sem að þú vilt segja við okkur í dag, Drottinn minn. Þú hefur verið að tala í gegnum tóna, Drottinn. Þú vilt tala inn í líf okkar, Drottinn, og gefa okkur náð til að taka móti því sem að þú hefur fyrir okkur í dag. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sæði. Amen og amen. Jesus was
gangi? Hvers konar mega söngkona er þarna á ferðinni? Er það grínast? Halleluja! Hvað er að gerast, svona í alvörni talað? Nenna mín, við vissum að þú gæti sungið, en halló Hafnarfjörður. Nei, bara nákvæmlega halló Grafarvogur. Vá, eigum við ekki að gefa þessum stórkostlegu listamennu gott klapp? Amen. Vá, hvað það var magnað. Vá, hvað það var gaman. Bara gjörið þið svo vel. Fáðu ykkur sæti. Eru kannski fleiri lög sem upp á, en það kemur eftir. Nákvæmlega. Það kemur eftir. Er ekki Guð stórkostlegur? Halleluja. What a happy day. Halleluja. Mamma, getur þú þýtt fyrir þau aftast? Já, nákvæmlega. Halleluja. Er ekki allir kátir hér í dag? Er ykkur ástæð til annars? Guð er góður, það er að koma sumar og við búum á Íslandi og svo mætti lengi telja. Það er gott að búa í Íslandi. Það er ekki allir samfærir það. Það er gott að búa í Íslandi. Ég las eitthvað tíman að hugsa ykkur. Við sem að búum á Íslandi, við búum í svona cirka topp 10%. Þú veist, varandi samfélagið sem ríkir velmegun. Við erum alveg í toppnum. Svo erum við oft á tíðum, þið vitið, kvartandi og kveinandi og við áttum okkur ekki raunverulega á hvað það er að eiga það erfitt. Svona í alvörni talað. Og ég er ekki að gera lítið úr þeim sem að eiga erfitt og er að gangi í gegnum eitthvað út af því við höfum öll okkar kross að bera. En vá hvað við erum blessuð. Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Halleluja, það er kraftur hérna í dag. Það er kraftur. Þetta var dásamlegt hjá þér. Og þú ert bara rétt að byrja. Ég ætla bara að segja við þig og ég ætla bara að spá því yfir þér. Þú ert rétt að byrja. Og hérna þú hefur verið með ljósteitt í upplifið svona undir mælikeri. Það kemur fram í ritninguna, við eigum ekki að gera það. Við eigum að láta ljós okkar skína og þú varst að gera það núna. Þú hefur allt sem til þarf og meira til. Bara minna þig á það. Stundum þurfum við bara að minna hvort annað á hvað við eigum og hvað við erum í Guði. Má ég heyra með hann. Við langar til þess að tala við ykkur örlítið í dag hérna, eitthvað sem er mörgum hugleiki þessa dagana og það er kulnun. Kannast eitthvað við svona svolítið burnout tilfinningu? Er það bara ég? Nei, þetta er nefnilega faraldur. Það er bara faraldur á Íslandi. Og ég held að þetta sé bara faraldur allan heim. Það eru svo endalausar kröfur. Við búum í þjóðfélagi þar sem að við þurfum að gera allt svo ofboðslega upp á 10. Ef þú ert ekki reglulega hlaupandi maraþon, þá er eitthvað að. Og ég ætla ekki að taka þátt í þessu lengur. Ég ætla bara aldrei að taka þátt í maraþoni. Ég segi það bara hér og nú. Það er ekkert að maraþoni í sjálfu sér. En það sem ég er að meina er að við setjum okkur undir svo gríðarlega pressu. Við setjum okkur undir gríðarlega pressu. Við erum alltaf að reyna að ná ykkur í takmarki eða virðast eitthvað eða vera eitthvað þannig að við séum nóg. Þannig að við séum að gera það sem allir eru að gera og við þurfum að vera með hlutina svolítið á yfirborðinu að minnstakosti rosalega mikið í lagi. Við tökum rosalega fancy myndir og við postum því á Facebook og það er allt í gúti hjá okkur og það er alltaf allt í gúti. Ég hef þá kenningu að þeir sem að posta mest á Facebook, þar er bara ekkert allt í gúti. Ég ætla bara að leyfa mér að fara út á lim og segja það. Ef að maður hefur svona óbúslega mikla þörf fyrir að láta aðra upplifa allt sé í gúti hjá manni, þá er eitthvað bara pínu að. Halleluja. Ég datt inn á sjónvarpsþátt núna í vikunni sem mér fannst mjög athyglisverður var að skjá einum og það var varðandi það hvernig við getum komist úr þessu ástandi. Og það sem að mér fannst mest athyglisvert er að það sem að þar kom fram, þeir sérfræðingar sem að töluðu þar, það rímaði algjörlega við það sem að orð Guðs segir okkur. Það var ein manneskja sem að talaði hún hafði upplifað burnout, algjört burnout, farið í algjört svona þrot tilfinningalega og það sem hún uppgötaði er að það sem hún þyrfti að gera og það sem hún átt að gera og það sem að vísindin sögðu henni að gera
að leita meir í andleg mál. Við nefnilega gleymum því, vinir, að við erum fyrst og síðast andi. Við höfum sál og við búum í líkama. Við snúum þessu algjörlega við. Við höldum að við sem fyrst og síðast líkami og þessi líkami hann mun taka breytingum. Hann verður gamall, hann verður lúinn. Við höfum sál og hún sveiflast alveg hægri vinstri, það fer bara eftir hvernig við vöknum á morgnana. Það er sálin okkar, tilfinningalífið okkar sem er eins og blaktandi strá. Það fer eftir hvernig við komum fram úr á morgnana og hvort okkur líði vel þann daginn. En síðan höfum við anda og við erum fyrst og síðast andi. Og það sem að gerist, vinir, að þegar við leifum anda Guðs að tala inn í líf okkar og við erum andlegar verur, þá jafnast þetta sem að heitir sál og allt í einu fer líkaminn líka að verði í línu við anda okkar. Og það sem að kom fram í þessum sjónvarpsþætti sem er alveg ótrúlega athyglisvert var einmitt þetta. Hvernig við þurfum að rækta okkar andlega mann. Það er rosalega mikið talað hugleiðslu. Það er alveg ofboðslega stórt og mikið subjekt núna að það verið að tala hugleiðslu. En vinir, hugleiðslan var ekki fundin upp núna. Hún er alveg mörg þúsund ára gömul. Það er talað hugleiðslu í Biblíunni. En það skiptir máli, vinir, hvernig við hugleiðum. Það skiptir máli hvað við leifum að dvelja í hug okkar. Það segir í ritninguna við að hugleiða orð hans. Við að hugleiða orð hans. Og þegar við förum að hugleiða orðið á hverjum einasta degi, við förum að lesa, við förum að biðja, við förum að hlusta á andlega tónlist, við förum að byggja okkur upp. Hvað gerist? Allt í einu fara hlutirnir að virka eðlilega. Hafið þið tekið eftir þegar við mæta á samkomu og við förum að beina sjónum okkar til Drottins eins og við gerðum áðan. Við hlustum og við sungum Oh Happy Day. Og allt í einu fara byrðarnar að fara af okkur. Hafið þið upplifað það? Allt í einu fara tárin að streyma og allt í einu fara hlutirnar að verða eðlilegir. Eins og þeir eiga að vera. Eins og þeir eiga að vera. Og þá er allt í einu við komin í eitthvað bað sem við áttum okkur ekki á. En þetta er andlegi maðurinn sem er að fá næringu. Það sem að gerist hérna hjá okkur, vinir, við erum að koma saman og við erum að lyfta upp Jesú og við erum að fá andlega næringu sem við þurfum sárlega á að halda. Það er það sem að heimurinn er að fara á misvið. Það er þessi andlega næring. Og Guð hefur svo mikla andlega næringu fyrir hvert og eitt okkar hér í dag. Ef að þú ert í þörf, þá er svarið í Biblíunni. Ef að ég er í þörf, þá er svarið í Biblíunni. Má ég heyra amen? Halleluja. Við þekkjum sögunum þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi. Guð kallaði Móse og hann var fenginn til þess að ræða við Faró og fékk að lokum leyfi hjá Faró til þess að fara með Ísraelsmenn út úr Egyptalandi og leiðin lá inn í Kanaansland. Við öll höfum einhvers konar hlutverk líka hvað þetta varðar. Guð hefur líka ákvarðað okkur til þess að fara úr Egyptalandi inn í Kanaansland. Guð hefur okkur á stórkostlega áætlun fyrir líf okkar allra. Má ég heyra amen? En leið og þeir voru stignir út úr Egyptalandi, þá hætti hann við, hann Faró. Hann skipti skoðun. Og hann sem var búinn að láta Ísraelsmenn fá gull og silfur og dýra steina og bara kvaddi þá með virtum, þá skipti hann skoðun. Og þarna eru Ísraelsmenn komnir út úr Egyptalandi og þeir standa frammi fyrir Rauðahafinu. Við þekkjum sögun ekki satt. Þau standa fram með þessu óyfirstíganlegu verkefni, óyfirstíganlegum kringumstæðum. Og hvað gerði Móse? Já, ég skal segja ykkur hvað hann gerði ekki. Hann var ekki eins og ég í vikunni að hafa mjög miklar áhyggjur að rekstri Vá er. Ég er alveg sérfræðingur í að mikla hlutina fyrir mér.
Og ég var að tala við alla og ég bara, Alli, ég er svo stressu yfir þessum verkvöllum sem eru framundan og bara, þú veist, það er alltaf að fara í kalda kól og Alli bara, og svo þegar koma fréttunum Vá er. Og þá sagði ég, Alli, nú er allt bara að fara í. Og Alli ætlar líka að hafa áhyggjur af þessu. Rosalega var þetta gott. Ætlar líka að hafa áhyggjur af þessu. Og ég sagði, já, Alli, ég ætla líka að hafa áhyggjur af þessu. En svo hugsaði ég, nei, ég ætla ekki að hafa áhyggjur af þessu. Gerði það. Kitty vill endilega hafa áhyggjur af þessu. Ég kýs að hafa ekki áhyggjur af því sem framundan er. Það er málið. Það er boðskapurinn. En allavega, ég byrja að fara að tala hérna, Drottinn minn dýrið, þú veist, hvað verður ef að Vá er fyrir í þrot og erum við þá bara aftur, önnur kreppa framundan og þið viti hvernig við erum. Og allt í henni læðist en ótti, allt í henni læðist en streita, allt í henni læðist en hlutir í líf okkar og hugsanir og hugrenningar sem að eiga bara ekki að vera þarna. Og það þarf stundum fólk eins og alla til þess að bara þetta er ekki alveg svona, slaka það og þú tilheyrir stórum Guði. Og hvað þessi maður hefur talað í mig kjark, ég kann að meta það. Þannig að 1 punktur í viðbót, verið í kringum fólk sem að talar í ykkur sannleika Guðs. Það er bara svolítið málið. Verið ekki í kringum hvern sem er út af því fólk hefur lagað að tala úr manni kjark eða tala í mann kjark. Og ég vil vera manneskja sem tala í fólk kjark. Og ég veit að Smárakirkja vill vera þar. Allavega. Móse gerði ekki eins og ég. Horfði á Rauðahafið og fór bara að gráta úr áhyggjum. Hann lyfti upp stafnum og á stafnum það var ritað nafn æðstaprestins. Og hver er okkar æðsti prestur í dag? 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 Nú ætlum við að kalla þetta eins og við meinum þetta. Hver er okkar æðsti prestur í dag? Nákvæmlega. Þegar hann fór að lyfta upp stafnum með nafni æðsta prestsins, þá er það mynd fyrir okkur í dag að þegar við fyrum að lyfta upp nafni Jesú. Vinir, það er lykill í því að lyfta upp í nafni Jesú. Það er lykill í því að koma samkomu og syngja lög sem að lyfta upp nafni Jesú. Því allt í henni fara hlutir sem eru algjörlega óyfirstíganlegir. Kringumstæður sem við getum ekki séð út úr. Allt í henni gerist eitthvað þegar við fyrum að lyfta upp nafni Jesú. Allt í henni fyrir Guð að opna leið. Má ég heyra með? Allt í henni fyrir Guð að hafa leið. Og hvað gerist þegar Mósi lyftur upp stafnun og hann segir, nei, veistu það, Guð, ég minni þig á það loforð sem þú gefið okkur. Og þegar ég og þegar þú fyrum að minna Guð á loforðin sem hann hefur gefið, hvaða loforð hefur hann gefið þér? Hann hefur gefið þig loforðunum, hann mun aldrei sleppa þér hendinni í yfirgefa þig. Hann hefur gefið þig loforð að hann er alltaf með þér í öllum kringumstæði lífsins. Hann hefur gefið þig loforð að gæfa og náð muni fylgja þér alla þína ævidaga. Hann er búin að gefa þig loforð. Og vinir, þegar við gerum eins og Móse og við minnum Guð á loforðið. Drottinn, þú varst búin að segja að ég færi yfir í Kanansland. Þú varst búin að segja að ég myndi ná takmarkinu. Þú varst búin að segja að ég ætti að fara þangað. Ég minni þig á loforðið. Er einhver hér inni sem eru búin að gleyma loforðið Guðs fyrir líf okkar? Það er nefnilega stundum þannig. Og það er það sem við þurfum svo mikið að vera að díla við. Það er allir þessar kröfur sem að þjóðfélag hefur fyrir okkur. Og vá hvað við festumst oft í þessum kröfum. Er það rétt eða er það rétt? Það er nefnilega ekkert annað í boði að segja neitt annað. Því að það er rétt. Þjóðfélagið með ótrúlega kröfur. Ef að konur eru ekki 1,75 og 50 kíló og vaxnar eins og Kim Kardashian, ég veit ekki hvað þær heita, þá eru við ekki alveg gjaldgengar.
Og Guði sé lof, ég fitta nákvæmlega í það form. Djóka. Ég að djóka. Nei, svona í alvörinu talað. Þetta þjóðfélag, það eru endalausar kröfur á okkur öll. Ef að börnin eru ekki í 3 sportum, ef við gerum ekki þetta, ef við gerum ekki hitt, að þá erum við ekki einhvern veginn alveg með þetta. En staðreyndin svo að ekkert okkar er eins. Við erum öll einstök. Það hefur engin annar í veröldinni fyrr né síðar sama fingrafar og þú. Þú ert einstakur, þú ert einstök. Og hér erum við öll að reyna að setja okkur í eitthvað form sem við höldum að við eigum að passa í, en Guð vill rífa á okkur þetta form að við förum að lifa eins og hann vill að við lifum. Má ég heyra með hann? Halleluja. Þannig að munum það þegar áhyggjur lífsins fara að streyma yfir ekki, ég er ekki nógu góð, ég er ekki nógu þetta, ég er ekki nógu hitt. Myndu þá, ég er einstök. Ég er einstakur. Ég er barn Guðs, ég er elskað. Ég er elskað barn Guðs. Hann elskar mig nákvæmlega eins og ég er. Sem Pétur fer. Hann er ekki eins og menn. Halleluja. Takk Jesús. En þarna var Móses standandi frammi fyrir áskorun lífsins og vinir. Við förum öll í gegnum einhverja áskoranir. Lífið er bara þannig. Það er svona skiptir máli að við setjum okkar traust ekki á fólk eða ekki á tímabundna hluti eins og eigur okkar eða forgengilega hluti. Við þurfum að setja traust okkar á drottinn Guð því að hann hefur svarið. Má ég heyra amen. Halleluja. Og það skiptir líka svo miklu máli að þegar við erum að ganga inn í svona tímabil þar sem að við upplifum kulnun eða streitu, að við tengjum okkur anda Guðs fyrst og síðast. Á morgnana þegar við erum á fætur, að þá tölum við Guð, við lesum í orði hans, við hlustum á predikan, við hlustum á það sem að lyftur upp anda okkar. Og síðast en ekki síst að við erum í kringum fólk sem að elskar okkur og umvefur okkur. Má ég heyra með? Halleluja. Þegar þú upplifir að þú getur ekki fundið út úr hlutunum, þá segir Guð í orði sínu að hann mun gera vegu þína slétta. Í orðskonu 3:5 stendur, treystu drottni af öllu hjarta en reittu þið eigi á eigið hyggjuvit. Mundu til hans á öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stigu þína slétta. Halleluja. Ég þarf á því að halda að Guð gerir stigu mína slétta. Halleluja. Ég ætla ekki bara að horfa á her Farós bak við mig, eldandi mig uppi. Ég ætla að horfa á kraft Guðs sem ætlar að opna kringumstæðurnar, þannig ég komist á þann stað sem að mér er ætlað að komast. Má ég heyra með? Halleluja. Þú getur verið þeim kringumstæðum að þú upplifir þreytu og vá, ég geti samsama mig. Ég er búin að upplifa síðustu vikur eins og ég sé bara að vera bara með flensu bara í nokkra vikur, með beinverki á hverjum einasta degi. En þegar ég leita í uppsprettuna, þá finn ég grið. Halleluja. Það stendur í Mattheus 11:28, komið til mín. Allir þér sem erfiðið hafið og þungar byrðar og ég mun veita yfir hvíld. Veitir þegar ég elska að fara í ræktina, ég elska að gera alls konar hluti sem að hjálpa mér líkamlega, en það jafnast ekkert á Jesú. Þegar hann segir komið til mín allir þér sem erfiði hafið og ég mun veita yður hvíld, þá meinar hann það sem hann segir. Hann ber umhyggju fyrir þér. Hann ber umhyggju fyrir þér. Halleluja. Ef þú ert kannski í kringustum að þú upplifir eins og allt sé að hvolfast yfir þig. Þessar kringustar eru algjörlega ómögulega, Guð. Hvað ert að spá? Þá segir Guð, í mér er allt mögulegt. Halleluja. Lúkas 18:17, þá stendur, hann mælti, það sem mönnum eru megn, það megnar Guð. Halleluja. Og við sungum það áðan, traust á hann, leysir kraftin hans. Halleluja. Traust á hann, leysir kraftin hans.
Þegar við förum að treysta Jesú að fara að losna á leiðingi kraftar sem að fara að starfa, bæði í okkar þágu og í þágu Guðsríkisins, má ég heyra með henn. Halleluja. Þú segir kannski, ég upplifi eins og enginn elskar mig. En Jesús segir, ég gaf minn enga son fyrir þig. Ég gaf minn enga son til að deyja fyrir þig. Þannig elska ég þig. Þú ert elskað Guðs barn. Ég er ekki búin að gleyma þér. Halleluja. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og ef að þú ert hér og þú upplifir, ég hef aldrei tengt við þetta, ef að þú verður einn hérna á þessari jörð, þá hefði Jesú komið og hann hefði dáið fyrir þig. Hann elskar okkur svo óumræðanlega mikið. Halleluja, má ég heyra með henn. Þú kannski upplifir þetta stað þar sem að þú getur ekki fyrirgefið sjálfur þér. Þú er búin að klúðra svo mikið. Eins og einhver sagði kúk upp á bak, en kannski ekki fallegt að segja það svona samkomu, en þið vitið hvað ég meina. Halleluja. Það stendur í Rómverjabréfinu 8:1. Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesú frelsað þig frá lögmáli. Frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Og við tökum á móti því í dag. Halleluja. Og hverjum einasta degi, vinir, þegar við vöknum og við förum á fætur, tökum ákvörðunum að vera andlegar verur. Tökum ákvörðunum að leyfa Jesú að stýra skipin okkar. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. Heyra bashikira bahaya. Halleluja. Þú segir kannski, ég er ekki nógu klár. En Guð segir, ég mun gefa þér visku. Í fyrra Korintubréfi 1:3 náð sem meður og friður frá Guði vorum og drottni Jesú Kristi. Halleluja. Takk Jesús. Í öðru Korintubréfi 8:8 Guð er þess megnugur að veitur allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér hafið í öllu og ávalt hafið allt sem þið þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Við segjum amen við þessu. Halleluja. Það sem að mér hefur fundist lánast mér, og ekki það, ég master þetta ekki eins og ég er búin að koma rækilega inn á hérna, það er allir sem að fær mig til þess að staldra við og hafa ekki áhyggjur. Það er að hugleiða Guðs orð. Það er eitthvað sem að ég er að gangi í gegnum, sem að er að finna í ritningunni. Eitthvað ritningastæð sem ég geti haldið í. Það eru margir ritningastæðir hér sem ég er búin að lesa sem að virkilega tala inn í mitt líf þegar að gangi í gegnum eitthvað ákveðna kringustæður. Og Guð vill að orðið sé ekki bara blek á prenti, heldur lifandi og kröftugt í líf okkar. Orð Guðs er nefnilega lifandi og kröftugt. Það er beittara sér hverju tvíeggjuðu sverði. Það kemur inn í innstu fylsni, liðamót og merg og það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Ritningastað sem er búin að klingja í mínum huga allt þetta ár, leitið fyrst Guðs ríkisins og hans réttlætis og þá mun allt annað veitast yður og auki. Það hefur verið farsælt fyrir mig að taka mér ritningastað sem ég virkilega held í og talar inn í líf mitt og ég hugleiðina ritningastað. Ekki bara einu sinni, heldur mörgu sinnum yfir daginn. Ég leyfi honum að setjast í huga minn. Ég leyfi honum að breyta hugsun minni. Þegar óttinn kemur og ég upplýði, ég get ekki, þá man ég ritningastæðin allt, megna ég fyrir hjálp hans. Iðrun þýðir að breyta hugsun sinni. Iðrun þýðir að breyta hugsun sinni. Halleluja. Snúa hugsun sinni, breyta hugsun. Og við fáum að reyna hver er vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna, þegar við hegðum okkur ekki eftir öld þessari, heldur tökum háttaskiptum með endur nýjung hugarfarsins.
Hamingjan er ekki fólkin í því að fá gæsað á hver einasta degi. Hamingjan er val. Halleluja. Og ég og mitt hús, við munum kjósa hamingju. Allan daginn, má ég heyra amen. Við í þessari kirkju við ætlum að kjósa hamingju. Gleði Guðs er styrkur okkar, má ég heyra amen. Halleluja. Ekki út af því okkur líður þannig morgun, heldur einfallega út af því að við tökum ákvörðun. Við tökum ákvörðun. Alveg sama hvernig við förum fram úr þennan morgunin, þá tökum við ákvörðun. Við ætlum að vera glöð. Við ætlum að vera hamingjusöm. Við ætlum að lyfta upp nafni Jesú í öllum kringumstæðum lífsins. Má ég heyra amen. Halleluja. Halleluja. Allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Allt megnar þú fyrir hjálpans sem því styrkan gjörir. Má ég heyra amen. Rísum að vætur. Langar að nefna eitt sem að meðast líka athyglisvert í þessum þætti. Það eru margir sem átta sig ekki á því, en þegar við syngjum, þegar við erum í kór, þá eykst dópamínframleiðsla líkamans. Það er gleðihormón. Þannig að það er ekki til neitt betra heldur en að skrá sig í kór. Og við sjáum það á þessum kór, þau eru alltaf svo glöð og ánægð og þau elska hvort annað svo mikið og það er svo mikill stuðningur innan hópsins og vá hvað þetta er kraftmikill og öflugur kór. En fyrst og síðast er þetta fólk sem kemur saman. Fólk sem kemur saman. Það syngur Guði lof og dýrð og það breytist eitthvað í andrúminu. Hafið þið tekið eftir því? Þegar við byrjum að syngja og við byrjum að syngja öllu hjarta og það þýðir ekki að syngja bara það er að syngja með öllu hjartanu, syngja hátt, syngja skýrt. Þá byrja dópamínframleiðslan að aukast. Þurfum við ekki öll að aukninga á dópamínframleiðslu? Ætlum við að standa móti frekar í gleði í líf okkar? Það held ég nú ekki. Við ætlum að fara að syngja og við ætlum að fara að syngja öllu hjarta. Er þið til í þetta með mér? Halleluja! Þannig að mér langar til þess að biðja kórinn, enn á ný til þess að koma upp. Og mér langar, ég veit að það var planað annar lag, mér langar aftur að heyra Oh Happy Day. Þetta var bara svolítið snild. Og við ætlum öll að standa og við ætlum öll að taka þátt og við ætlum að syngja með þeim. Halleluja. Og ég hvet ykkur vinir, hugluðum orð hans. Treystum drottni, jafnvel þótt við stöndum fram fyrir Rauða hafinu. Guð er búinn að gera ótrúleg kraftaverk fyrir svo marga. Við sjáum það í ritningunni aftur og aftur hvernig Guð leysir ómögulega kringumstæður. Hann getur leyst þínar líka. Má ég heyra amen. Halleluja. Já, þessi dýrindis hópur. Halleluja.
Takk, Jesús. Má ég sjá hérna, bara áður en taka síðasta lagið, hverjir að glíma við þungar tilfinningar ákvörð núna? Má ég sjá, hönd á lofti, engin skömm, bara, má ég biðja ykkur að koma hérna fram? Allir sem að glíma við svona erfiða tilfinningar, Bjössi, mér langar til þess að þú komið líka fram. Halleluja, má ég sjá, komið þið fram, ekki vera smeyk. Ef þið að glíma, komið þið fram. Má ég biðja þau, can you please assist me? Yes, come. Hallelujah, come. Both of you. Þetta eru yndisleg hjón frá Litáen. Og þau eru yndisleg. Fyrrverandi fóstuhjón í sínu heimalandi. Og bara, við erum að tengjast þeim. Yes. Við ætlum að biðja með okkur. Please come also, my sister. We want to pray for them. Yes, you will help me pray for them. Yes, amen. Þið til í þetta með mér? Árný, komdu líka. Halleluja. Þið að sjálfsögðu. Eyvi, Gerður, komiði. Ég ætla að fara að brjóta hérna smá bara af fólki og ég ætla að minna ykkur á hver þið eruð. Hvern Guð hefur sagt þið vera. Og Ingunn, þú kölluð til þess að þjóna Guði. Það rosa köllun á þínu lífi. Ég ætla bara að minna þig á það. Í Jesú nafni. Ég ætla að minna þig á það. Tegjum hendur fram í Jesú nafni. Bara í Jesú nafni. Ég bið fyrir systur minni hér í dag. Drottin, ég veit að þú hefur stórkostlega köllun á hennar lífi, drottin. Og viljið þinn, hann mun ná fram að ganga. Og drottin, ég bara inn í hjartina, drottin, og ég umvefa hana með kærleika þínum, Jesús. Viljið þinn mun ná fram að ganga í Jesú heila nafni. Og drottin, ég bið gleði, Jesús. Ég bið skýrleika, Jesús. Ég bið drottin bara skýrleika, drottin minn, Jesús. Að hún viti hver hún drottin. Hún elskuð, halleluja. Hún elskuð af þér. Hún elskuð, halleluja. Bara í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Halleluja. Haldið áfram að biðja. Bjössi, það sama með þig. Þú kallaður. Og þegar fólk stígur fram, og að heyri þetta öll, þegar fólk stígur fram, þú varst að stíga fram hérna áðan, þegar fólk stígur fram, þá mætið oft mótstöðu. Það upplifir eins og það allt hvolfir yfir, en Guð með köllun og hann með smurningu. Og það smurningin sem brýtur okið. Þetta ok sem kemur gegn þér og Guð mun brjóta okið, smurningin. Þannig við ætlum að biðja í gegn í Jesú nafni. Ég biði drottin vilja þinn, Jesús. Og drottin, ég bara tala hugrekkin í lífi hans, drottin. Og ég þakka þér fyrir hver hann Ég þakka þér fyrir hjartalag sem elskar þig. Drottin, ég þakka þér fyrir það, drottin minn, að þú hefur valið hann. Meira þess að áður en hann var myndað efni í móðu kviði. Þá vissur af honum, Jesús. Og þú hafði köllun og þú hafðir áætlun, Jesús. Og þú svo sannarlega ekki búin að missa stjórnina.